Ég segi bara þvílíkt kvöld, hvar endar þetta eiginlega? Ég veit það ekki maður. En ég er hérna með einum ástsælasta myndasögu höfundi landsins og einum af mínum uppáhalds, Hugleikur Dagsson. Mikið gaman að hafa hérna með okkur. Bara takk fyrir að hafa mig með. Hvernig líst þér á þetta hjá okkur? Ég hef ekki skemmt mig svona vel í svo húsi síðan Rammstein spilaði hérna, sko. Vel sagt, vel sagt. En sko, þú hefur náttúrulega gefið út 3 bækur þar sem að þú myndgerir svona íslensk dægurlög. Og nú fengum við til þess að krassa aðeins fyrir okkur og þú ert með Eurovision titla eða hvað? Jú, vissilega. Ég ákvað að taka fyrir nokkra Eurovision titla í bist fyrirfram afsökunar og öllu sem ég eftir að sína ykkur sérstaklega börnunum hérna inni. Bíddu, við vorum alveg búin að ræða þetta. Þetta átti að vera innan velsæmismarka. Jú, algjörlega. Þetta er innan velsæmismarka. Og við skulum bara vinda okkur í þetta. Við skulum klára illu best aflokið. Þannig að við förum í fyrstu myndasöguna og við ætlum að kíkja aðeins á þetta og þú eru að snúa þessu við hérna. Sést þetta vel, þessi mynd hérna? Þetta er sem stúlka að horfa að berra sagan kall og hún segir áttu nokkuð stækkunargler. Þetta er hið klassíska íslenska Eurovision-lag og þú fær að sjá það sem enginn sér. Við skulum skella okkur í næstu. Næsta er aðeins skárri. Það er eitt lag sem komst ekki áfram með Eurovision og það var umdelt á sínu tíma á Facebook. En það sem ruglaði mig aðalega við þetta lag var textinn sem var lagið Stattu upp fyrir sjálfu þér og ég teiknaði mynd sem að útskýri textan í þessu lagi. Það er svona hérna. Ég er þú úr framtíðinni, ég ferðast aftur í tímann til að setjast í þennan stól. Stattu upp fyrir sjálfu þér. Kærar þakkir fyrir þetta og já, næsta mynd, hún, já. Hér er maður sem er on á konu og hann segir, sorry, ég fekk það svolítið fljótt. Is it true? Is it over? Ég verði að fá 2 viðbörn, er það ekki? Já, heldur betur. Í Gleðibankanum það var ein setning sem að mér þótti alltaf mjög athyglisverð sem var hérna og láttu að heyra að þú eigi lítið gleðihús. Ok, þetta tók mér smá tíma, hugur minn er ekki það. Gaur sem segir, ég áta gleðihús, ég get gefið ykkur afslátt, hann er að láta okkur heyra að hann eigi lítið gleðihús. Já, og ef að taka eina... Sko, ef þið ætla að kvarta eða senda kvörtunarbréf, Facebook statusa, sendið á mitt Facebook, ekki á RÚV, þetta er mér að kenna, ekki RÚV. Ef að taka eina í lokin, ef að fara eina í lokin, eða ekki, eina í lokin, ok. Ég teiknaði minn hinsti dans með Pál Óskari sem er mitt uppáhalds Eurovision lag og hér er... Við skulum ekki sýna hann. Herru, við skulum bara rifja upp lögin og kosninganúmer þeirra. Hér koma lögin og nú verða að kjósa